Verið velkomin í óvissuferðir í Eyjafirði. Í þessum þætti líkt og hinum þá það 3 lið sem keppa sín á milli í fjölbreyttum þrautum tengt vetrarafþreyingu í Eyjafirði. Í lok þáttar stendur 1 lið eftir sem sigurvegari og hlýtur það lið verðlaun frá ferðaþjónustuaðilum í Eyjafirði. Hópurinn hittist eldsnemma morguns. Allir voru klárir í slaginn og að því virtist eiturhressir. Liðin voru að venju 3. Í þetta sinn voru það hjónin Árni og Gerður. Vinir úr matarklúbbi, Edda og Ríkardur, en hann var nú reynda bara kallaður Rikki, og að lokum sambýlisfólkið Sólveig og Garðar. Fyrirkomulagið var kynnt hópnum. Líkt og í síðustu þáttum þá það aðalkeppni sem kynnt jafnóðum, en þarna kynntu við fyrir þeim bónustigakeppnina, en liðin áttu sem sagt að mynda ýmislegt. Til dæmis sjóveikismynd, matarmynd, náttúrumynd, ofurgirtamynd og herma eftir laddakarakter svo eitthvað sé nefnt. Þetta virtist leggjast ótrúlega vel í hópinn. Þá var komið að því að bjóða hópnum borð í eikarbátinn Knörrina sem í eigu hvalaskoðunarfyrirtækisins Norðursiglingar. Fljótlega sáum við myndarlegan hnúfubak sem gladdi hópinn. Þetta einn af þessum ferðalöngum sem kemur til Íslands hérna á sumrin og fer suður höf á veturna til að fæða. Já, ég heiti Garðar Björgvinsson. Ég 57 ára gamall, fjármálaráðgjafi og bý með henni Sólveigu. Ég heiti Sólveig Klara Káradóttir og ég 42 ára. Ég bý með þessum hérna. Mjög ánægð með að ná að veiða hann til mín. Og ég hjúkrunarfræðingur og vinn sjálfstætt sem slíkur og með dáliðslu. Ég heiti Árni Gunnarsson, ég rafvirki, 39 ára gamall, gift í Gerði og Skjaldarfirði, á 3 börn sem bara í grunnskóla og leikskóla og svona. Ég heiti Gerður Skjaldarfirði og er 35 ára leikskólakennari og móðir. Svo er ég með krakkajóga og danskennari og alls konar. Herru, ég heiti Ríkardur Ólafur Ríkarsson og 37 ára gamall. Fluttur hér til Akureyrar fyrir 5 ára síðan og nú einstæður einhver. Við kynntum í svona matarklúbb sem hittust og borðum og höfum gaman af. Og til að kynnast fólki Akureyrar og svoleiðis. Og ég starfa hjá Nordek svona yrkiskerfi og svoleiðis. Ég heiti Edda Guðmundsdóttir og ég er 31 og ég vinn hjá RQ Media sem tölvu upplýsinga- og ráðgjafarfyrirtæki sem bara eiginlega sklunkin í. Þá erum við komin hingað á Dagvarðareyri við Eyjafjörð, en hér var vist síldinni landað borðum. Við ætlum að fara í land, við ætlum að grilla pylsur og fá okkur þær hérna í fjörunni. Og það er verkefni. Þið eigið að gera skúlptúr úr því sem þið finnið. Og besti skúlptúrinn fær flest stig. Þannig að bara í land! Dagvarðareyri er aðeins í 10 mínútna akstursfjarlægð frá Akureyri, en þangað hafa nú örugglega ekki margir komið engað síður. Staðurinn er mjög fallegur og innblásnir af umhverfinu drifu herramennirnir sig í sjósund og náðu þar með í bónustig fyrir sín leið. Það var kalt. Þannig að maður sauk svona kveljur. En svo lagaðist það fljótt. Það var svolítið kalt fyrst, svo vandist það og
Svo þetta bara gott bara. Við hefum aldrei gett þetta áður hérna á Íslandi, þannig að þetta bara þetta var frábært bara að þetta var það. Ég gat nú ekki hætt við að fara út þegar ég sá að 2 karlmenn eru komnir. Og konan var að mana mig á fullu sko, ég gæti ekki slessa og ég myndi ekki fá að borða fyrir ég var búinn að synda. Með smá pilsu í maganum drifu liðin sig að gera skúlptúruna sína og ekki vantaði efniviðinn né hugmyndaflugið. Viðburðaþjónusta Norðurlands sá þrautirnar í keppninni að þessu sinni. Þar í forsvari var Pétur Guðjónsson og það var því í hans höndum að meta afraksturinn. Já, við fundum hennan forláta skúr hérna og fannst hann rosa flottur. Bara að þróast svona eiginlega meira hjá hann Rikka sko. Svo útfærði ég þetta svona aðeins betur. Settum hann svona ljós á og svo sést knörrun í baksín. Ég fannst þetta mjög fallegt. Stonehenge var svona útgangspunkturinn. En allt við erum með svona sólstafir liðana, þá og Stonehenge er svona, það er svo mjög sérstakt hvernig skuggarnir og sólinn varpast þar á, það er hægt að meta tíman út af því, þannig að það var ákveðið að þetta væri svona skúlptúrinn sem væri merki fyrir sólstafi. Er þetta ekki ágætt? Mjög gott þegar. Eitthvað svo leiðis. Ég skildi þetta ekki alveg. Nei, skilur nokkuð listamenn, hvað sem er? Já, þá erum við komin að 3. og síðasta verkinu. Gerður, hvað getur þú sagt okkur um það? Sko, þetta er náttúrulega bara leikur. Já, allt þetta hérna svæði er náttúrulega bara leikur. Og þetta er barnfóstran á Dalvarðareyri. Það ekki, þetta með. Barnfóstran á Dalvarðareyri. Og hvað notuðu þið nú á því? Aðalþari og sjávarfang og skeljar og svona, þú veist, og eitthvað járn sem við fundum. Svona þetta er alltaf eitt verk sko með ankerinu sko. Svona bindir hérna leiksvæði við sjóinn og svona. Pétur fékk síðan það hlutverk að velja sigurvegara, en verkið reyndist honum nokkur höfuðverkur. Ég var mjög hrifinn af hugmyndafræðinu og svona lausnunum í því að nota það sem er hérna til þess að búa til hvað sérstakt. Þannig að í fyrsta sæti er N4 logo. Ígopætti kallinn, inn með trolliðinn. Þegar við komum aftur borð var látið vaða í næstu keppni. Það var keppni í samhljómi. Til að hita raddböndin stýrði Pétur Guðjónsson hópsöng. Út á dekki ruddust þeir og fóru strax á flot. Klárir! Tökum 2 erindi og svo viðlag þeir á milli. Alltaf 2 erindi og viðlag, ok. Og muna klárir. Hvert lið fékk svo 10 mínútur til að æfa lagið. Fyrsta parið sem reið á vaðið voru Sólveig og Garðar. Ígopætti kallinn, inn með trolliðinn. Hann er að gera hauga sjó inn með trolliðinn. Og kallið þessu hásetarnir hlýddu eins og skot. Og út á dekki ruddust þeir og fóru strax á flot. Klárir! Og kallið þessu hásetarnir hlýddu eins og skot. Og út á dekki ruddust þeir og fóru strax á flot. Klárir! Og skyndilega bylgja reis við bakborð skinnunginn. Og skólaði 2 fyrir borð síðan aftur inn. Klárir! Rikki og Edda sögðu samt að það væri ástæða fyrir því að þau væri ekkert mikið fyrir það að syngja. Inn með trolliðinn, hann er að gera hauga sjó, inn með trolliðinn. Og kallinn þessi hásetarnir hlýddu öll og skot. Út á dekki ruddust þeir og fóru strax á flot. Klárir! Og skyndilega byrjaði reisuðu spurningin. Skólaði þeim fyrir borð, ekki, og aftur inn, og klárir! Það var fagur söngur á sinn hátt. Við byrjum á 3. sæti. Það er liðið sem að sýndi mikla djörfung borð. Það atriði verið sýnt á annarri sjónvarpsstöð. Í slow motion. Nei. Þetta snýst akkurat við frá skúlptúrakeppninni. Þannig að ég er búinn að segja það hvað er í fyrsta sæti. Það er náttúrulega frumleikinn. Gerður og Árni með lag við textan.
Því næst drifum við okkur í spurningakeppni, en spurningarnar tengdust ýmsu því sem starfsmenn Norðursiglingar höfðu frætt hópinum í ferðinni. Frá því að Knörfin var eini eikabáturinn hjá Norðursiglingu eru þau nú orðnir fleiri. Hversu margir? 7. Rétt. Af þessum 7 eru 2 skónnostur. Hvað heita þær? Haukur og Hildur. Rétt. Í upphafi var ein hvalategund algengust á. Samkeppnin í spurningakeppninni reyndist ekki mikil. Garðar svaraði hverri spurningunni á fætur annari og tryggði sínu liði 10 stig. Hópurinn kom í land á Dalvík og þaðan var beint arkað í Víkuröst. Þar tók við veggjaklifur og það er sko meira en að segja það, svona fyrir ykkur sem ekki hafi prófað. Og það er sem sagt 10 stig fyrir að snerta loftið. Já! Klifurveggurinn reyndist keppendum miserfiður, en öll náði liðin sér þó í einhver stig og eftir að hafa rifjað upp gömul dansspor í Víkuröst var haldið í sundlaug Dalvíkur. Þar áttu keppendur að líkja eftir Halle Berry úr James Bond myndinni Die Another Day. Það var komið fram á kvöld og dýrindismatur reiddur fram á gististað hópsins á Fosshóteli Dalvík. Þá var komið að næstu keppni. Trúbadór mætti á staðinn og hélt eins konar singing bee keppni. Þar að segja liðin áttu að halda áfram að syngja réttan texta sem hann byrjaði á. Nagging komstu inn í hugar heiminn minn og ég virðist gata. Af einhverjum orsökum héldu Rikki og Edda sér til hlés í þeirri söngkeppni, hugsanlega eftir reynslu sína fyrr daginn. Við höfum að taka sönginn alveg einstaklega vel. Já, mjög góður, mjög góður. Það er nokkuð stig komið held ég þá. Já, er ekki bara stig, er ekki bara jöfn svona, er ekki allir búin að vinna eitt. Ég get svo svarið, það verður spána. Það verður geggjað, við verður í dag. Okkur gengur bara ágætlega held ég. Og að gera alls konar trygg, syndi í sjó og svona. Nei, við þurfum ekki svara fyrir spurningar, það verður ekki með. La la la, ég koma á! La 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 la. Þetta er búið að setja neðan það skall. Já, alltaf í öðru seti. Þetta er ekki gaman. Mér finnst það ekki gaman, ekki það enda þannig að við erum þá í síðasta seti. Já, við erum bara fúl eða ekki. Jú, við erum alveg fúl. Já. Því mér finnst alveg, við erum búin að leggja eitthvað vel fram, sko. Hann er ekki fyrir svo æg. En þú reyndar, já, þú reyndar brillar að spurningakeppninni, sko, þannig að þú ert búin að snúa þessu okkur í hafið. Hann er ekki venjulegur maður
Við lok fyrsta dags var staðan í leiknum þannig. Vinirnir Edda og Rikki og sambýlisfólkið Garðar og Sólveig voru jöfn með 30 stig, en Gerður og Árni leiddu keppnina með 35 stig. Það var því nokkuð ljóst að keppni morgundagsins yrði hatrömm. Óvissuferð í Eyjafirði heldur áfram eftir augnablik.